Hola mi amigos, soy Johan Phoenix y estoy en la España. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor. Hérna er ég með annan Sex on the Beach að því að Heiða getur ekki hægt að tróða þessi í andlitið á mér, Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardientes Ég hef aldrei séð kakkalakka fyrr. Af hverju? Aldrei áður. Helvítis. Sjá. Jösses. Ó, vá, ég var að snerta minn fyrsta kakkalakka, djúðis snild. Vá. Ég er sem sagt komin til Spánar í mitt allra fyrsta skipti. Hérna fyrir aftan mig Kyrrahafið. Af hverju segja alltaf Kyrrahafið? Hérna er sem sagt Miðjarðarhafið. Og já, ég er í borg sem heitir Torrevieja, eitthvað, ég skrifaði á skjáinn. Og já, ég ætla mér svolítið fullan meðan ég er hérna, þannig að stay tuned. Ok, nýr bjór. Estrella Damm. Þú veist, damn. Vá. Þetta er ógeðslega góður bjór, miklu betur en það ógeðslega drass sem ég er alltaf að fá hjá Heiðu og mömmunar. Nei, tjók, þetta er saman ábyrgandi betri bjór en ég er búinn að drekka eins og komið hérna. Þetta er svona bara góður, þungur hveitibjór. Ég fíla bjóra með hann eitthvað. Ok, mæri með þessu. Ok, við vorum að komast að því sem ég tók upp áðan, þá sást hausinn á mér. Ásakið. Við vorum að komast að því sem ég tók upp áðan, þá sást hausinn á mér einlega ekkert. Tónik, ég held ég að við aldrei blandað mér gin og tónik sjálfur nefnilega, ég ætla bara að panta mér það. Já, myndbandið mun örugglega koma allir kjánlega út, en ég ætla bara að reyna að hafa hausinn minn til hliðar meðan ég blanda eða eitthvað, því ég fá að sjá það. Já, þetta er vandamál fyrir Júlíus, klippara minn að díla við. Hafa hausinn minn til hliðar meðan ég blanda eða eitthvað, því ég fá að sjá það. Já, þetta er vandamál fyrir Júlíus, klippara minn að díla við. Fuck you, Phoenix. Motherfucker. En allavega, ég er búinn að blanda þessa þrjá drykki hérna. Og með nýja leika gininu, og þetta kom allt saman mjög vel út. Þannig að það er bara allt gott og blessað. Ég ætla þá bara að smakka tvennt hérna. Þetta er einn bjór sem heitir Steinbock Classico. Þetta er bjórinn sem ég er búinn að drekka mest hérna, því að Heiða og fjölskylda eru svo næs að gefa mér þetta. En þetta er það sem ég myndi segja að væri slott Spánar. Þetta er bjór sem besti bjórinn er alltaf frýr bjór. Það er saman hvað bjórtegund það er, það er frýr bjór, þá er það góður bjór. Þetta er bjór sem þú myndir ekki kaupa fyrir 10 eyring. En af því að bjórinn er svo ódýr hérna í Spáni gæti vel verið að þú sért að fara að kaupa hann fyrir 10 eyring. En já, þetta er svona mjög mepp bjór. Þetta er svona meira shitty útgáfa af Tuborg Classic. Jú, Tuborg Classic, já. Þetta er svona meira shitty útgáfa af honum. Það er svo einhver að tekið Tuborg Classic og sagt, heyrðu, það er ekki alveg nógu mikið piss í þessu. Og farið bara inn á næsta kallaklósett og bara, heyrðu, fyrirgefðu, þú varst með litla skaufan, viltu tróða hann hérna í gatið fyrir mig í smástund? Já, takk. En til þess að þetta sé fullan í partíi þá er hann alveg nógu góður. Það seinast sem ég vil tala með þetta, Don Simon Premium Vino Blanc Chardonnay Ariel. Ég veit þetta fæst á Íslandi. Málið er bara, sjáu þessar fucking umbúðir. Ég veit þetta fæst í lítersverðum á Íslandi, en þú veist, þetta er bara svo yndislega kjánlega lítil umbúð. Þetta er bara svona ein skammtastærð. Vá, þetta er, þú veist, þú getur gefið krakkanum þetta í Nestis-boxið eða eitthvað. Þetta er, ég veit ekki, mér finnst bara eitthvað mjög krúttlegt við að segja þetta að kaupa, afsakið, að segja þetta að kaupa svona litla fernu af
hvítvíni. Ásaki, djöðrópa ég mikið. Andskotinn maður. Motherfucker! En já. Ég hef einhvern veginn smakkað þetta hvítvín, ég man ekki hvort mér fannst það spes, ég veit að ég ekki hæfur maður til að drekka úr fernu, ég núna löðrandi í hvítvíni, það best ég skelli sig í mig. Svona fyrir ódýrt fernu hvítvín þetta alveg fínt sko, en það bara svo weird að kannski ætlunin að þú hellir þessu í glas, en come on, ef þú ætlar að kaupa í þessari fernu þá getur allt eins bara go all the way og bara, þú veist, drukkið þetta í svo algjör motherfucking róni. Ok, ég veit ég var að gretta mig, en það bara því að ég drakk fullstóran sopa, en þetta samt alveg ágætt, þetta bara ok, ágætt, þetta drikkjarhæft. En þetta mjög boring hvítvín, þetta svona, þetta ef að Slots myndi brugga hvítvín, basically. Ok. Una grande cerveza, por favor, amigo. Tjöður ég góð í spænsku. En já, hérna ég með annan Sex on the Beach, af því að Heiða getur ekki hægt að tróða þessi í andlitið á mér, þannig að ok, herru, ég ætla að googla hvað í Sex on the Beach og skrifa hérna, því þetta fucking góður drykkur, þetta svona ananas og kantilópu eitthvað feelingur í þessu og þetta mjög mikið áfengi, ég finn það. Þannig að, já, Sex on the Beach sko, það drykkur Spánar. Ef að þið eru með YouTube þætti þar sem að þið blandið áfengi og þið farið til heitempraðs lands eins og Spánar, þá vil ég taka það fram, ef að þið takið ekki einhvern part myndbandsins upp í sundlaug, þá eru þið rekin úr landssambandi YouTube blandara, allavega því að þið skammar fyrir alla sem að blanda drykki á YouTube. Bara leggja línurnar hvernig það á að vera gert. Ok, sumt af þessu tók ég upp í gær, getur verið að ég klippið það út vegna þess að tökurnar í gær misheppnuðu svolítið, þannig ég ætla bara að gera allavega sumt af það sem ég gerði í gær aftur. Þetta fjólubláa ginið sem ég keypti, eða Larios Rosé Premium Gin Mediterrana með eitthvað miðjarðarhafsgin. Hérna flotta skotglasi sem ég keypti, Torrevieja. Hæ, hvað að gera? Ó já, þetta svona gin með svona auka ávaxta keim sko, þetta fucking gott. Hvað það að gera? En ég verði að flýta mér að blanda eitthvað af því að klakin allur að bráðna hérna. I wonder why. Ok, þetta svona pina coca, hugsa til þess að blanda pina colada. Já, við erum í að sunda. En ég komst að því, þetta ógeðslega gott blandað við þetta fjólubláa gin og ég hugsa bara að þú notar venjulegt gin, þá getur þetta púlla þetta líka. Þú getur að blanda þessu í bara vodka og allan anskota og svona. Og ég veit ekki alveg, þetta aðeins svo mikið. Það spurning hvernig þetta verður á litinn. Já, ok, sjá, drykkurinn ekki alveg að fjólublár og maður hefði viljað, ég væri vonast að það væri, en þið sjáu þetta er samt flott, það er svona kókablandan, aðeins þyngri. Það er svona léttvægt lag af þessu fjólubláa gini aðeins. Ég hugsa að ég geti emphasized aðeins betur, ef ég set aðeins meira gin. Já, fokk já, núna erum við að fucking tala saman, sjáu þetta. Sólin mjög sterk, en það sem sagt aðeins svona létt fjólublár að ofan og svona gulhvítur að neðan. Þetta ógeðslega fucking funky. Vildi ég ætti strá eða reglíf eða eitthvað til að setja onni í þetta. Já maður, þetta the shit sko. Þetta mjög sterk blanda samt, holy shit. Ok, eitt enn enn sem ég ætla að blanda. Það er hérna, skal ég segja ykkur. Ég má því að setja hálfblandaðan klaka og hann í glas. Svo ætla ég að vera með Sprite. Ég fann hérna goslausa hálftómatós af Sprite síðan í gær í ískapnum. Gummi, við kláruðum allt landið í gær, maður. Helvískur.
afsakið, Heiða kláraði fucking plan. Ég ætla að kenna henni já, það allt henni að kenna. Já, mér finnst það skemmtilega. Hún er ennþá sofandi, þannig að það hlýtur að ennþá dauð einhvers staðar, þannig að það hlýtur að útskýra af hverju allt landið búið. Það er gaman að, pikka á mannesku sem ekki til staðar að verja sig. Já, nákvæmlega. Mér finnst það langt best. Já, þetta er unaðslega gott, sko. Þetta er svona, já, ég veit ekki hvernig ég orða það. Þetta er bara svona sætt og ljúft. Ég veit ég hef notað þau orð oftar yfir aðra drykki, því ég er bara að blanda svo marga drykki, en ég hugsa samt að þetta myndi ekki virka í hvaða gin sem er, en ég verð bara að koma með þetta til Íslands og bara bjóða fólki út á götu bara að smaka, því þetta er virkilega fucking ógeðslega góði drykkur. Ég kom með geðgott, nýtt hot and sweet. Það er ógeðslega gott. Hvernig er það á litinn? Það er dökk fjólublátt. Já, fæst það hérna eða á Íslandi eða hvernig er það? Ég veit ekki hvort, ég held að sé ekki koma á Ísland. Ég er náttúrulega ekki búinn að drekka þetta í Íslandi í mörg ár. Ok, herri, ég reyni að plugga því einhvers staðar. Það hljómar awesome. Ok, á seinasta, já, þau lánuðu mér, ég verð ekki sem að liða, þetta er einhvers konar vodka-based spirit, violet, fjólublár og flaskan er glær, en drykkur virkilega virðist vera fjólublár, maður sjá. Þetta er ekki nema 15%, þannig að ég ætla að pröfa að setja þetta í skotglasið. Það er býta aðeins. Það er að þrífa þetta. Okay. Núna vildi ég verið með glært skotglas, því að, ok, séðu þetta, þetta er virkilega svona fjólublátt á litinn. Það er auðvitað að blanda fucking fengi góða drykki út úr þessu og það vera að geta purple og, þú veist, kalla það pip eða eitthvað svét. En ok, Viva la España! Yeah, woo! Ói, vá! Þetta, ég veit ekki, eftirbragðið er ógeðslega gott, en þegar þú ert að fá út í munninn þá er þetta svolítið svona þetta er ekki... Já, ég veit ekki hvort að ég fíli sondið af því. Það er svona eitthvað svona intruder in your mouth dæmi, en eftirbragðið er gott, sko. Já. Þannig að, já, hvað, hérna, knibbiv. Já, þetta er knibbiv, ekki eitthvað. Ándjóks, hvað stendur á þessu, sko? Knebeb. Nei, þetta er alltaf framleitt í Spáni, sé ég. Knebeb. Knebeb. Viva la knebeb. Ok. En já, svo tökum við upp meira í Þýskalandi. Stay tuned. Mér tókst það. Ég fann bjór, spænskan bjór sem mér finnst góður. Halleluja, það er til San Miguel bjór. Og þetta er svona bara ásæmilegu pissbjór sem er 4,5%, en eftir öll vonbrigði ferðarinnar, þú veist, að veskið mitt skulle hafa gufað upp og hítinn og svítinn og allt þetta kjaftaði, það er gott að fundi þarna eitthvað gott við Spánn og það er þessi hérna bjór. Loksins, ég er að fara burt frá Spáni. Amen. Grün sind alle meine Kleider. Grün, grün, grün ist alles, was ich hab. Darum lieb ich alles, was so grün ist, weil mein Schatz ein Jäger ist. Hallo lieben Freunde, ich bin jetzt in Köln, Deutschland. Die Schwitze und Hitze von Spanien hinter mir und jetzt will ich mich hier ein bisschen umschauen und ein paar Biere wahrscheinlich trinken. Vielleicht sogar ein Jägermeister. Aber wir schauen uns da eftir. Jæja, ég er þá kominn á þýskan bar með eins þýskan bjór og hægt er. Það er að segja hann er lókalur hérna á þessu svæði. Hann heitir Köls, eftir borginni Köln sem er hérna mjög nálægt. Það er til nokkrir Köls og ég lærði það í dag að það er mjög mikilvægt að kaupa þá í Köln, annars er það ekki alveg Köls. Til dæmis borgin Bonn sem ég er í núna, þeir framleiða Köls undir nafninu Böls, það er mikið náttúrulega K-ið, svona copyright dæmi. Allavega
Ég ætla að leyfa mér að giska að hann sé besti bjór sem ég smakkaði í Þýskalandi. Hann er bara unaðslegur. Þú veist, ég elska mikið Viking Gull gildan og þetta er þú veist Viking Gull plus 3 heilir. Þannig bara, hvað hann er góður sko. Ég er hérna með 1 bjór í viðbót sem ég pantaði út af nafninu Tyske. Ég þarf að veðja þetta eitthvað sé komið á danska orðinu Þýskaland sem er náttúrulega danska orðið yfir Þýskaland. Þetta er svona pólskur bjór en ég meina við vitum öll hvað pólska og danska eru og lík tungumáli það ekki. Totally. Það er eitthvað uppistand í gangi. Þetta er ferskur góður hvítur bjór, svona lager bjórbís við það heiti. En eins og flesti pólskir bjórar er hann svolítið þungur. Það er svona bjór sem þú drekkur og þú ertu svona get ekki hreyft mig of þungt í maga, þarf að sitja hérna og melta eða pissa á mig. Já, hérna hér, þessi ferð mín er nú meira ævintýrið, þú veist. Veskinu mínu stólið og hérna vindlinu mínum stólið, Ray-Ban gleraugun sem ég var nýbúinn að kaupa stólið og svo komst ég næstum ekki í ferðina því ég misti næstum að flugvélni á Keflavíkurflugvelli og núna víst get mikið vesen fyrir mig að komast til Frankfurt til þess að geta flogið aftur tilbaka vegna þess að það get mikið vesen að bóka lest að ég er ekki með kreditkort til að panta lestina því að þeir var stólið. Þannig að já, þetta er frekar mikið rugl allt saman. Þess vegna er rosalega gott að ég sé mér áfengið við hönd til að geta róa taugarnar. Og hérna er ég með eitthvað frá Spáni sem ég komst ekki að smakka fyrir núna. Sangaria, product of Spain og sjáu þetta með hattinn og þú veist, ráðsömu klemmur. Þetta er svona algjör svona fiesta-drykkur. Skulum fucking smakka þetta, helvíti. Þetta er ekki sterkt, mér minnir þetta séu svona 11% eða eitthvað. Má sjá. Þetta er 11%, ég veit ekki neitt hvers konar áfengi þetta er. Ég veit að þetta er eitthvað svona fiesta-drykkur, hún er 11%, þannig ég ætla að pröfa bara að taka dálítið skot af honum og sjá hvað hann er allir á vitin. Er þetta kannski bara vín? Ég held að þetta sé bara vín. Þetta er vín. Ok, ég keypti bara eitthvað partí rauðvín. Lol, ég held að þetta væri eitthvað líkjur eða eitthvað. Já, sýnir bara hversu góður ég er í spænsku. Vá, þetta er ekki venjulegt rauðvín eða neitt þannig. Þetta er eitthvað svona ávaxtavín eða eitthvað. Veistu, ég ætla bara, þegar ég er búinn að googla þetta, ég bara skrifa á skjáin hérna hvað þetta er og ég held ég hefði keypt líkjur, síðan hélt þetta verið rauðvín en þetta verið einhvers svona ávaxtavín sýnist mér. Þetta er rosalega gott samt, þetta er æðislega gott á bragðið. Sangja, product of Spain. Og þá bara eitt eftir. Það er einn bjór sem ég er með. Ég skil hann eftir í kælnum. Þessi bjór er hvorki þýskur né spænskur, svo ég viti. Hann var stofuheitur réttan, ég náði bara að setja hann í frystin í svona 20 mínútur, vondur en hann góður núna. En þið hafið örugglega einhvern tímann heyrt hann. Þessi bjór er cult classic, hann var einu sinni til á Íslandi en það held ég ekki lengur. Duff. The legendary Duff. Oh yeah. Eða í ódöðlegum orðum Homer Simpson. Woohoo! Ok, ég held ég aldrei smakkað hann fyrir. Ég hef heyrt hann sé ógeðslega góður. Ég hef líka heyrt hann sé viðbjóðslegur, en sjá bara hver það er sem hefur rétt fyrir mér. Hver það var sem hafði rétt fyrir sér. Hann er eiginlega nákvæmlega eins og ég ímynda mér hann. Þetta er svona alger pissbjór sko, eitthvað sem að Homer Simpson náttúrulega heldur ekki vatni yfir. Ég fíla hann samt, ég náttúrulega fíla svolítið svona pissbjóra. En þú veist, ég get alveg vel ímyndað mér að ég ætti ömulega vinnu í kjarnakljúfi í Springfield
og þú veist, og lifði bara fyrir það að drekka bjór og horfa á sjónvarpið, þá væri þetta bjórinn sem ég myndi velja. Bara, well played, Mr. Simpson, well played. A woman is more like a beer. They smell good, they look good. You'd step over your own mother just to get one. Homer Simpson sko maðurinn. Ok. Þetta var sem sagt Spánar og Þýskalands-vídeóið mitt. Takk ykkur kærlega fyrir að horfa og like and subscribe og við sjáumst í næsta myndbandi. Það vægast sagt ótrúlegt hvað mér hefur farið mikið fram í að gera þessi myndbönd. Þú getur séð það ef þú vilt sjá seinasta ferðamyndband sem ég gerði. Íttu þá á linkin hérna til vinstri og sjáðu hversu mikið mér hefur farið fram á þessi 3 árum. Og ef ykkur langar að sjá mig, Júlíus og Danna smakka hinnar og þessar handahófskenndu tegundir af erlendu áfengi, endilega ítið á linkin til hægri. Mér persónulega finnst þetta að vera eitt af mínum best heppnuðu myndböndum, en dæmi hver fyrir sig. Njótið vel!